Lífland hefur allt sem þarf fyrir þarfasta þjónin og þig. Það alveg morgunljóst að það að koma jól. Nú er ég staddur upp í Líflandi og ég er búinn að næla mér í Karen Líndal. Ekki kannski beint að næli hana en fá hann í viðtal og hitt kannski græi og eftir. En ég tók eftir í á landsmóti í sumar að þar voru vörur á nafninu Equitec og mér langar að spyrja aðeins út í þar. Ég veit að það eru komin í sölu hér í Líflandi. Sæl. Sæl. Til hamingju með nýju vörurnar. Já, takk. Ég kannski bara byrja á byrjuninni. Bara hvað er Equitec? Equitec nýtt fyrirtæki á markaðin í reiðtíðaframleiðslu. Stofnað fyrir ári síðan í Danmörku. Eigendurnir eru búin að vera í hestamennsku í fleiri ár og hafa mikinn metnað fyrir því að koma með hágæða vöru á markaðin. Ok, eru þeir væntanlega þá með íslenska hesta? Já, þeir eru með íslenska hesta. Og hvar eru þeir með íslenska hesta? Nálægt Kaupmannahöfn. Í Danmörku? Já, í Danmörku. Þannig að þetta eru danskar vörur? Þetta eru danskar vörur, já. Og hannaðar fyrir íslenska hestin? Hannaðar fyrir íslenska hestin, já. Og hvað sko nú tók ég eftir í landsmótinu í sumar, það var til dæmis Daniel Jónsson var nú mertur Equitec í sumar og þar sá ég nú einhver beisli og höfuleður og annað. Já. Og það virðist vera, nú er ég nú að koma við vörurnar hérna, bæði leður og annað virðist vera svona að gríðarlegri mýkt. Já, sko það hefur lögð gríðarlega mikil vinna í það að hanna vöru sem passar sérstaklega vel á íslenska hestin. Og við höfum lagt mikið upp úr því að finna gott leður, hágæða leður og við völdum hérna mjög gott leður frá Argentínu sem framleitt á sérstakann máta og á náttúruvænan hátt. Þannig að við erum að fá hérna vöru úr gríðarlega mjúku og endingagóðu leðri og við höfum líka lagt mikið upp úr því að hanna hestvæna vöru. Við höfum til dæmis passað að séu mjúkir púðar undir öllum silgjum eins og til dæmis hérna á nasamúlum frá okkur að undir hökunni séu mjúkir púðar sem verja hestinn fyrir spennunni. Við erum með ný höfuleður á markanum sem eru kannski ekki mjög þekkt í Íslandshestaheiminum, eru mjög ekki notuð fyrir stórhestakynin. Og það eru hérna höfuleður framleitt svona, þau eru sem sagt með áföstum reiðmúlnum og ólinni fyrir hérna mélin líka. Okay. Þannig að það gerir það að verkum að það hægt að vera með stærra svæði hérna uppi fyrir púðan fyrir hnakkan. Sem mikið tilfinningasvæði þarna ofan á? Sem mikið tilfinningasvæði og gríðarlega viðkvæmt svæði fyrir hestinn. Og það hægt að fá þessa púða í ýmsum stærðum og gerðum. Það hægt að fá þá vel breiða og sérstaka í lögun þannig að það kemur minna álag á svæði fyrir aftan eyrun og hægt að hafa þetta á ýmsum vegu. Ég tek þetta hérna líka bara á akkurat þessu hér. Er þetta skiptanlegt? Getið skipt þessu út? Já, það nefnilega annað sem við höfum komið með á markaðinu, svolítið skemmtilegt að það hægt að setja þessi beisli saman alveg eins og manni langar til. Það hægt að skipta út sem sagt nasamúlnum og höfuleðrinu og það gert á mjög einfaldan hátt, þessi bara smelt hérna af og þú getur skipt Þetta basically eins og maður segir á góður íslensku plug and play. Yes. Hvað hérna, sko Equitec að framleiða greinlega nasamúla og höfuleður og annað og hvað framundan? Eru hnakkar í bígerð? Sko, fyrsta sem komum með á markaðin eru sem sagt þessi höfuleður og reiðmúlar og fleiri tegundir af ennusólum sem eru sem sagt ætluð til að skipta út. Þannig að fólk geti valið og haft þetta svolítið skemmtilegt og fjölbreytilegt. Ég sé að þú hefur valið hérna fyrir Daniel Jónsson. Já, þetta var sérstaklega valið fyrir hann. Reyndar voru það bleikusteinarnir sko, en hann að nota það bara núna. Nota það. Hann með eitthvað gæðinginn. Akkurat. En framundan eru hnakkar frá Equitec. Okay. Þeir komu núna eftir áramót og það sama þar, við höfum búin að leggja mikla vinnu í að framleiða vörur sem hestvæn, að hnakkpúðarnir, þeir eru mýkri og breiðari og dreifa þyngd knapans betur á baki hestsins og framleiðum miklu gæðaleðri og við verðum með einhverja 6-8 tegundir af hnökkum í boði
og þannig að allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Sko, ertu búin að prófa hnakkana sjálf núna? Ég er búin að prófa sjálf. Ok, nú ætlum ég að biðja að fara í smá svona leik með mér. Komdu út úr sölumennskunni, hætt að selja mér þetta, ég sé þetta góðvara og alltaf og nú skulum við koma saman hérna bara, nú erum við komin hérna bara út á hlað, við erum í sveitinni og þú ert búin að prófa hnakkin, hvernig þessi hnakkur? Hann bara ótrúlega, maður finnur ekki fyrir honum. Segðu satt? Maður finnur ekki fyrir honum, hann bara mótar sig að knapanum og hestinum. Gríðarlega mýkt. Gríðarlega mjúkur og hæfilega þykkur, ekki of þunnur þannig að púðarnir séu of harðir. Nægilega þykkur þannig að hann sé samt svona close contact nakkur eins og maður segir. Þannig að nú ekkert annað að gera heldur en að drífa sig bara til Lífland, kaupa jólagjafirnar, þær eru klárar. Þær eru klárar. Og það er nú ekki lítið leiðilegt að fá svona jólagjöf, ábending til konunnar að vera svolítið glimrandi í vetur. Það er ótrúlega skemmtilegt. Koma svo og fá pröfunakk eftir áramótin. Akkurat. Já, og við verðum einmitt með í boði hérna í Líflandi alla hnakka til pröfu. Við verðum með alla típur, fólk getur fengið lánað, pröfað, fundið hnakk við sitt hæfi. Það er hægt að fá mismunandi tegundir af mismunandi löguðu sæti, mismunandi lögunum á hnakkpúðum, hnjápúðum. Þið fengið bleikan eða? Nei, þeir verða allir svartir. Herðu, til hamingju með þetta. Velkomin á markaðinn, ég veit þetta eru góða vörur, ég er búin að heyra frá tveimur sem voru á landsmótinu í sumar, þar á meðal Daniel Jónsson, hældi þessu, þannig að bara til hamingju og svo sjáumst við hérna þegar hnakkarnir koma. Takk fyrir. Lífland hefur allt sem þarf fyrir þarfasta þjónin og þig.